Já. Nei, í alvöru, stoppið í slagsmál. Stop the fighting. Handy story, stop the violence. Stop the violence, maður. Það svolítið að spyrja það einu. Það alltaf einhverja svik og prettir á Telegram. Já. Mér langar að tjekka hvort þú þekkir einhvern sem hefur lent í þessu eða hefur lent í þessu sjálfur. Hefst lestur. Að hét áður Kúpa Lingas, hann sveik mig síðustu helgi, ég var að koma niður og ég smakkaði ekki á kókinu, sem eitthvað sem maður á aldrei að gera, að sleppa að gera ef maður að kaupa í fyrsta skipti. Þegar ég kom heim sá ég þetta duft, hugsaði þetta helviti köttað, tók línu og fann þetta ógeðslega matarsóta bragð. Helviti blokkaði mig svo ég gæti ekki senda á hann. Ég vil vara ykkur við þessu náunga og jafnframt ef hann sér þetta þá býð ég hann að hafa samband. Ég vil fá 5 grömm af hreinu kóki eða andvirði þess frá honum fyrir að hafa lent í þessu. Ef það gerist ekki, þá mun ég, þegar ég kemst að því hver hann sem ég þekki ljóta andlitu og bíldrusluna, mun að fá heimsókn sem hann mun aldrei gleyma. Þetta Íslendingur, en það ekki hægt að treysta þeim alltaf. Flestum hérna, en ekki þessum. Passi ykkur á þessum umhyggja. Hefur þú lent í því að kaupa matarsóta eða eitthvað svoleiðis? Nei, ég reyndar ekki lent í þessu, sko. Nei. Ég vita eitthvað sem gerði eitthvað svona bull. Já. Seldi eitthvað bara lyftið duft eða eitthvað svona kjaftaði Ég nefnilega sko, ég myndi ekki vilja selja sko lélegt kók sko. Kókhúsar geta verið óútreiknanlegir sko. Já, maður veit, þetta náttúrulega ekki góð business að vera í sko. Eða svona vera eitthvað að svíkja. Ég hugsaði, þú ert að fara með kannski 3 grömm af matarsótu út í bíl. Og veist, það var bara svona 7. Já, þetta rosalegt sko. Það rosalega mikið, það alltaf verið að biðja sko eða úr dópusti, það á Telegram áttu aldrei að borga með millifærslu eða PayPal. Nú, betur. Þeir segja alltaf sko, þeir heita kannski Haraldur eða eitthvað inn á. Svo þeir að millifærsla, þá er þetta bara svona sígaunanafn. Já. Allt svoleið sko, og svo bara blokk þegar þú ert búin að borga. Bara já, þú verður að borga með PayPal eða millifærslu, þá er að ræna þig. Já. Og það eru allir að falla fyrir þess að neini. Það er mjög margir sko. Það? Þetta er það magnað. Já. Það er bara 50.000. Maður á ekkert að millifæra fyrir nú ert komið með efnin og... Já, nei. Það er bara... Svo sá ég að það var eitt af hana. Það var gaur að óska eftir manni, hvort það vissi þennan mann, og skulda hann 3.000 skall. Já. Það... Man bara, er það worth it? Shit, hvað það er eitthvað... Það er bara bensín eða berjan kosta meira sko. Ég held að það er stygt. Já, það var að kaupa eitthvað á 6.000 en fekk bara, 4.000 eða eitthvað, með 3.000. Bara skulda með 3.000. Já. Fundarlaun í boði. Já, shit. Þá er eitthvað mjög lítið til. Já. Ég lent bara í því, ég lent einu sinni að var reynd að ræna mig þegar ég var að selja eitthvað e-pillur, sko. Já, var reynt? Já. Það var ekki gert. Það var bara one-on-one inn í Jari, sko. Það? Já. Sýtt, segð mér hans frá því. Sko, hann tekur eitthvað svona, þetta voru eitthvað 10 töflur, hann segir bara eitthvað, ég ætla ekki að borga þetta eitthvað. Þá var ég bara eitthvað, hvað mennur þau? Ætla ekki að borga þetta? Og þetta borga þetta? Þá var hann eitthvað, við sjáumst, ætla að fara bara að labba í burti. Ég kom bara, tók bara krók í hnakkan á hann. Já, flott. Svo ég tók svo bara eitthvað rear naked bara og hélt honum bara þar til hann sleppti þessu. Já, svo fór hann bara eitthvað. Jesus. Já, þetta var litla ruglið sko. Og svo sendi ég einu svona vin minn fyrir mig með nokkuð grömm og kóki. Já. Þá bara mætti gæja með hníf bara. Það? Já, það var rosalegt sko. Ég fekk smá samviskupið yfir að hafa ekki farið sjálfur. Nei, veistu hvað? Hvað? Þú ert að falla í gildru. Nú. Þetta er það sem, sko, ég sendi til dæmis einhvern vinn minn og svo las þetta svo að rænt af mér. Fór allt í nefið á honum. Já, það var sveikið þig. Já, heldur það? Að vinuðinn sveikið þig. Þú heldur það? Já. Það getur verið. Já, ég held það. Já. Og ég hugsaði þetta eins og það var eins og gaur sem keypti 10 hrein og sagðist að það var stoppaðar á löggunni. Já. Og ég hugsaði, Það getur enda verið, sko, en vont að missa 200 skall á þess að fá efni, sko. Segir þetta betur off-air. Off-air, ok. Sumt er of. Sumt er of dítelað. Ef þú vilt horfa allan þáttinn, farðu inn á broadcast.is. Það er áskrift.